Allir þættir samstæðuverinnar eru á YouTube. Já, komið sæl aftur og velkomin að Rauðaborðinu. Ég heiti María Lilja og hjá mér eru góðu gestir. Jenny Kristín Valberg, teymistýra hjá Bjarkarhlíð og Guðný S. Bjarnadóttir, stjórnarformaður Vitundar. Verið velkomnar. Takk. Ég sagði það við ykkur hérna frammi. Þið eru svo ágæta konur, þið komið alltaf hérna af svona svolítið umulum tilefnum. Og alltaf tala svolítið leiðilega og vonda hluti, en einhver verður að gera það. Og ég þakka ykkur fyrir að standa í því. Það svona, já, ástæðan fyrir því að ég kallaði ykkur hingað í dag hún svona tvíþætt. Það er sem sagt þetta fjölgun svona alvarlegra kynferðisbrota í samfélaginu sem mikið áhyggjuefni og svo eins líka, ég meina það kom upp mál hérna bara síðustu helgi sem hefur farið mikið fyrir í fjölmiðlum, einfaldlega vegna þess að meintur gerandi allavega einn af þeim er frægur. Það er svona ýmsar spurningar sem vakna og ég veit að ég kannski byrjum með þér, Jenny, þú fylgist náttúrulega vel með þessu og tekur á móti þolendum. Hvernig fer bara svona fjölmiðlafár með þolendur? Bara það sem við höfum heyrt í Bjarkarhlíð að þegar þolendur komið til okkar að þetta fer mjög illa með þolendur. Bæði þau verða fyrir mjög alvarlegum brotum oft á tíðum og svo eru einstaklingar að hafa skoðanir á því og eru svona og eru að skrifa stundum mikið þetta og maður sér það inn á lokuðum hópum að og þegar þeir hafa kannski reynt að stíga fram og beðið svona kannski þau sem að stýra þessum hópum að hafa eitthvað heimil á orðræðinu, þá sér maður líka að það kemur svolítið sterkt viðbragð frá þeim sem að telja sig hafa einmitt rétt á alls konar skoðunum, þannig að þetta getur verið mjög flókið. Og er oft svona veldur því að berskjöldunin í kringu broti verður meiri oft á tíðum og auðvitað áfallið getur orðið stærra. Við viljum kannski ekki að fjalla neitt hér einstök mál en það sem mér langaði svolítið að ræða við ykkur til dæmis og ákvörðun dómara á Akureyri að úrskurða ekki í gæsluvarðhald þá sem eru grunaðir í hrottalegri nauðgun sem átti sér stað þar á helgina. Þú hefur aðeins verið að skoða þetta með gæsluvarðhaldi, eða ekki Guðný? Jú, ég hef verið að skoða þetta og þetta fylgist alltaf mjög vel með þessu og það er auðvitað alltaf þannig að þetta vekur alveg jafn mikla reiði í hvert einasta skipti sem svona grafalvarlega ofbeldismál að koma upp og gæsluvarðhaldi ekki beitt. Og heimil til gæsluvarðhalds eitthvað sem við þurfum að fara kannski að skoða og endurhugsa. Vegna þess að við vitum að þetta svona mál taka jafnvel einhver ár í réttarkerfinu í rannsókn og fleira og gæsluvarðhaldi bara hægt að beita 12 vikur í senn og svo er þetta framlengja ef að ástæða þykir til. En þá veltir maður líka bara fyrir sér ástæðunar. Getum við kannski skýrt þar aðeins betur og gert þar skilmerkilegri. Í dag er það þannig að það getur verið rannsóknarhagsmunir eða eitthvað slíkt og mér þykir bara ótrúlegt að ekki það ég tala eitthvað tiltekið mál en þegar þú ert með meintan geranda eða sakborning sem að á sér sögu ofbeldi og langa sögu ofbeldi, það þykir mér mjög skrítið að beita ekki þessu úrræði. Þetta, það voru sagði fréttir af því í gær einmitt að það svona sambarilegt mál, það var gefin út ákæra bara, ég held að það hafi verið í gær, það svona hópnauðgunar mál, það sem að það kom upp svona sama umræða í rauninni fyrir ári síðan þegar það kemur upp á yfirborðið að það eru að minnstu kosti 3 gerendur, þeir eru ekki settir í gæsluvarðhald eða og það svona var svona velkjast í smá tíma þannig til að var tekin svo loksins ákvörðun að gera slíkt og maður velti fyrir sér ef að heimildin til staðar, af hverju ætli hún sé ekki nýtt? Mig, ef ég má skjóta þetta inn í, þá gruna mig að það sé vegna lengd rannsóknar, mögulega, ég veit það ekki, en engu að síður, ef það er ekki hægt að beita gæsluvarðhaldi, þá þykir mér bara eðlilegt að þessi skoða leiðir til þess að tryggja öryggi brotaþola. Mér finnst það bara
absolutt eitthvað sem maður þarf að fara að skoða hans betur. Vegna þess að það ekkert nálgunabann, það ekkert sem segir neitt. Ég veit að í mínu tiltekna máli þá var mér tjáð að sakborningi var sagt að hafa ekki samband við mig, en hann getur samt mætt hvert sem þú veist, og það eitthvað sem að brotaþolar auðvitað lifa við í dag og það mjög, mjög erfitt, sko. Gerendur auðvitað alls konar, það auðvitað svolítið svona þekkt stærð að þeir neita staðfastlega yfirleitt fyrir brot sín, það mjög erfitt, sönnunarbyrðin mjög þung í þessum málum og þar fram undir götunum og við höfum oft rætta við borð við hinn ýmsu tilefni hvort það sé ekki komið tími til þess að bara útbúa sér úrræði fyrir þessi brot, fyrir ofbeldisbrot, ofbeldi í nánum samböndum, kynferðisbrot og heimilisofbeldi og þar fram undir götunum. Sjáu þið fyrir ykkur eitthvað svoleiðis geti virkað? Jú, við höfum auðvitað oft talað fyrir því að það flókin mál ofta kæra kynferðisbrot og mikil berskjöldu sem því fylgir bæði auðvitað endur upplifa brotinni gegn skýrslutöku og svo aftur kannski þegar málið dómtekið og svo má ekki gleyma því að ef það sakfelling þá birtur dómurinn og hann aðgengilegur öllum þannig að mörgum þolendum finnst það mjög þungt og á afhjúpandi að allir geti í rauninni séð kannski þetta erfiða viðkvæma brot sem hann var framið og og einhvern veginn sé það ljóslefandi fyrir sér þannig að þetta hefur líka verið fælingamáttur fyrir fólk að reyna að kæra brot út á þessum þáttum og varandi heimilisofbeldi líka, þetta mjög flókin málflokkur, sérstaklega átt barnaða börn með geranda að og þar svo að fara í gegnum sáttum að vera sýslum og svo verið foreldrasamstarfi að þið geti ímyndað hvernig það foreldrasamstarfi að fara að líta út og hvað afleiðingar það hefur líka fyrir börnin. Þannig að það vantar auðvitað eitthvað einhver úrræði sem að grípur þennan hóp þannig að, og fyrst og fremst kannski það að og þegar við tölum síbrotafólk að bara almennt séð að þú veist hvernig þú veist það fyrsta sem að einstaklingur sem með þannig hegðun þarf að gera reyna að taka ábyrgð og hvernig á að hjálpa þessum aðila að taka ábyrgð. Auðvitað ýmsir einstaklingar sem bara ætla aldrei að taka ábyrgð en þá þeir kannski orðin sérstök ógn við samfélagið og þá einhver ákveðna hópa að sem þeir eru að targeta sérstaklega eins og ef við tölum kynferðisofbeldi og þá að ef að gerendur sem eru það flestir karlar og að beita konur kynferðisofbeldi og og svo líka bara þessi hugmyndum bara eins og til dæmis hvað þú veist, hvað ofbeldi? Þú veist, ofbeldi verður ekki út af því að þú ert svo brjálæðislega ástfangin af skotin ykkurum að þú heimur þig ekki eins og mýturnar hafa verið. Þetta í rauninni náttúrulega bara, þú veist, þetta aðför gegn ákveðnum hópum og þetta náttúrulega bara ég ætla að leyfa mér að segja bara hatursklæpir að það sem að ákveðni einstaklingar sem eru að leyfa sér að nota þessa hegðun til þess að brjóta aðra niður, undirskipa þá og og hafa þessar þú veist, gríðarlega alvarlegu afleiðingar sem þetta hefur. Og þetta hefur miklar afleiðingar, svona brot. Þú talaður það í fréttum í gær að það þið mælduð ákveðna aukningu í svona alvarlegum brotum og það hefur komið til Bjarkarhlíðar talsverður fjöldi síðasta ár sem að bar þess merki að hafa orðið fyrir mjög alvarlegu ofbeldi. Guðni, þú ert í þínu starfi, talaður mikið við þolendur og en svo alltaf svona ég veit ekki, í þessu samtali þá alltaf verið að tala um að við þurfum einhvern veginn að fara að fókusera á gerendurna líka og mér langar svo að ná utan það einhvern veginn svona hvernig getum við bara eins og í þessu tilfelli helgina það sem rosalega frægur einstaklingur og hann plasteraður á alla fjölmiðla að ég get ekki að það gert en ég hef áhyggjur af manninum bara svona þó hann hafi framið hræðilegan glæp þá vil ég ekki að þú veist, það kom eitthvað hryllilegt fyrir hann eða hann, þú veist, skaði sig eða eitthvað svoleiðis og þá aftur líka lítur maður til ábyrgðar dómstóla og að þú veist, að hafa hann ekki í haldi eða í hvers konar úrræði á meðan það verið að greiða úr þessu.
skil ég hvað ég að fara? Þetta veit ég ekki nákvæmlega forsendur í þessu tiltekna máli en það eru alltaf þessar umræðu gerendur að það virðist vera að fólk er erfitt með að sjá að einstaklingur sem að getur gert góða og jákvæða hluti getur líka gert mjög slæma og alvarlega hluti og það verða svona fylkingar með á móti og það getur orðið bara mikil hatursorðræði í kringum þessi mál sem auðvitað bitna líka á þolendum og að einstaklingar hafi mjög sterkar skoðanir það hvort einhver einstaklingur sé sekur eða saklaus og það er auðvitað bara alls ekkert okkar að fara inn í það umræðu. En ég enn og aftur hefur mestar áhyggjur af vegna þess að við vitum það hjá okkur og þú vísar einmitt í áhættumat sem við erum að gera. Það er að við tökum saman hverjir af okkar þjónustunotendum hafa orðið fyrir 3 svona birtingamyndum sem hafa alltaf leitt til alltaf verið til staðar þegar að ofbeldi nánu sambandi hefur farið að versta veg. Það er að gerandi hafa tekið líf þolenda síns. Og það er ef það er ítrekað kynferðisbrot og það er eldarhællahegðun og það eru kyrkingatök. Og það er rétt hjá að það voru 35 einstaklingar, 2024 og 40 einstaklingar á síðasta ári sem að upplifu þetta sem við getum kallað verulega hættu í sínu sambandi. Að það sem að gerandi er að beita þessu þáttum sem hafa alltaf verið til staða þegar að mál fara vestaveg. Og við höfum auðvitað áhyggjur af því að þegar að, þú veist, eins og mál þegar, þú veist, eins og við erum að vinna þetta, við erum að styðja við þolendur í gegnum og þau eru ofta að reyna að fara úr ofbeldissambandum og það sem við sjáum bara alltaf er það að gerandinn, hann er ekki búin að sleppa tökum á þolendunum þegar hann komin á stig 1 og búin að ná að í rauninni að fanga í rauninni nýtt fórnarlamb. Þannig það er engin ábyrgð og það er, og jafnvel þótt að það sé verið að flagga þessum ofbeldismerkjum víða í kerfinu okkar að þá er ekkert sem að segir að gerandi þurfa að taka ábyrgð og meiri segja bara dómar og menn fara í fangelsi og setja af sér. Það er ekkert sem að segir að einstaklingurinn hafi tekið ábyrgð í því ferli. Þannig ég held að vandamáli okkur er þessi skortur á ábyrgð. Að hvar á ábyrgðin að vera, hverjir eiga að taka ákvörðun að reyna að fá gerendur sérstaklega og bara alla gerendur en sérstaklega líka bara þú veist að áður en að síbrotamenn sem eru að valda svona alvarlegum alvarlegum skaða hjá fólki að þú veist hvað á að gera við þessa einstaklinga. Þú veist þeir ætla kannski aldrei að taka ábyrgð en hvað ætlum við þá að gera við þá? Já, ég held að það sem er mikilvæg punktur og líka bara til að koma inn að það að náttúrulega flestir sakborningar eða gerendur í svona málum neita sök. Og þá spyr maður sig hvar setjum maður þá vegna þess að það er bara mjög erfitt að fá fólk til þess að taka einhverja ábyrgð ef það náttúrulega neitar sök og finnst það mögulega ekki vera ábyrgð að hafa gerð neitt rangt. En hvernig fáum við einhvern veginn svona, bara svona samfélagslega að því að við erum einhvern veginn sko, maður svona fyllist reglulega vonleysi þegar ég er búin að vera í þessu og einhvern veginn svona lifa og hrærast í þessu í einhverja allt og langan tíma allavega og maður einhvern veginn svona, maður sér smá svona árangur og síðan verður bara eitthvað svona bakslag og maður upplifir svolítið svona eins og við séum alltaf á svona núllpunkti reglulega. Það er til alls konar góð úrræði fyrir þolendur og fólk að vinna sig út úr ofbeldi en það er kannski síður til eitthvað svona samfélagslegt, ég veit ekki hvort það er þekking eða bara úrræði fyrir menn eða konur sem bara beita ofbeldi að einhvern veginn svona takast á við það, að hafa það, gert það. En við höfum nefnilega góð úrræði til þess á Íslandi. Já, við höfum heimilisfrið sem hefur reynslu á því að vinna með gerendum af öllum kynjum, heimilisofbeldis og það er mjög fjársvelt úrræði og það er mjög mikið að tækifærum þar að þegar að mál komu upp að vísa í úrræði þangað vegna þess að þar sést bara mjög skýrt hverju taka ábyrgð og hverju taka ekki ábyrgð. Annað úrræði sem er fyrir gerendur kynferðisofbeldis er Taktu skrefið og frábærir líka sérfræðingar þar á bakvið og ég myndi vilja sjá að þetta væri miklu meira notað þessi úrræði. Varðandi þetta að neita sök að
það líka, þú veist, út af því að við erum bara með þennan dómstól sem að hérna á mjög háu, hvað sem það hár þröskuldur að vera dæmdur, þú veist, í héraði landsrétti eða, þú veist, eða hérna, þú veist, á Íslandi vegna þess að þetta hefur verulegar afleiðingar og þetta hefur afleiðingar á félagssauðin okkar, þetta hefur afleiðingar á hvort að við getum haldið ekki að starfin okkar eða þú veist að við megum kannski sinna ákveðnum stöðum, já bara vera bara á ákveðnum stöðum í samfélaginu. Þessi fylgir auðvitað hérna töluverð útskúfun, þannig að þá má spyrja sig, þú veist, að hvað gæti komið til eitthvað annað að sem væri hægt að reyna á undan í ákveðnum málum, ekki öllum málum, algjörlega og alltaf ef að þolandi vill það, að hérna að ef að menn myndi bera minni skaða af því að viðurkenna að hérna að eitthvað hafi, þú veist, hvort sem að var ásetningur ekki, að við verum líka átt okkur því að í sumum brotum, alls ekki öllum, ekki endilega ásetningur, en í öðrum brotum skýr ásetningur að hérna, og hvað gerum við að hérna við í rauninni gerendur sem að hafa ásetning á því að brjóta af sér, þeir þurfa væntanlega að fara í mjög þétt prógram hjá aðilum sem munu hjálpa þeim að skilja af hverju þau að haga sér á þennan hátt sem þau haga sér og þú veist og hvað að í samskiptum þeirra við annað fólk. En ég held að varðandi hérna viðurkenningu og ábyrgð að það ef að afleiðingarnar væru kannski aðeins minni í sumum tilvikum, bara algjörlega halda því til haga. Ég ekki hlynnt þessu í öllum tilvikum, en í ákveðnu tilvikum þá gæti þetta gengið. Og þá kannski, eins og uppbyggilega rétt við segja eitthvað slíkt, að þá gæti þolandi fengið í rauninni viðurkenningu á því að það var brotið gegn honum og að ef að gerandi tilbúin að axla ábyrgð að þá getur þetta orðið mjög gott skref fyrir báða aðila. En til þess þarf gerandi að vera tilbúin að fara í þessa vegferð líka. Og þetta einhvern veginn, þetta sko, hljómar svo auðvelt einhvern veginn, en þetta auðvitað ekki auðvelt og við vitum það og þekki það að hérna, þetta ekki svona, að því að sko, og svo þetta líka svo ólík mál. Hvert einasta mál algjörlega einstakt og það svo erfitt að fella lagabókstafinn að hverju og einu máli einhvern veginn, að því að hann bara formfastur. En málin þetta alls konar og það líka mismunandi hlutir sem að þolendur vilja fá út úr því að kæra eða segja frá eða hvernig sem hérna, þau bera sig að. Sum vilja, ég myndi svo segi, bara fá viðurkenninguna. Önnur vilja fá eitthvað skonar bara svona, ég reglu á það, bara svona, ég svona sátt það, hver á að vera hvar og hver á að víkja og annað slíkt, ég hef heyrt þannig mál. Og hérna, já, sem það mjög mikilvægt, að bara í rými, í almanna rými, hvort okkar á að víkja. Akkurat. Að hérna, og það til dæmis í uppbyggilegri réttvísi veit ég, að það farið yfir það þar. Að þá það bara samkomulega það, þannig að, og þetta skiptir allt gríðarlega miklu máli. Því að þetta svo mikil óvissa sem að þessu fylgir og hérna, og við sjáum það líka bara að í Bjarkarhlíð að stundu koma einstaklingar sem eru að tilkynna mál sem að hafa ekki lengur lífdaga og hérna það að þú veist að þau eru fyrnd og hérna það ekki hægt að hafa rannsókn á þeim og þú veist að það ekki hægt að láta þau fara þessa leiði gegnum kerfið en bara það að setjast niður með lögreglunni og hugsa bara ég búin að fara út allt, ég búin að fara í viðtöl á Kvennaathvarfinu, ég búin að fara til sálfræðings, ég búin að tala við lækni minn, ég búin að koma í Bjarkarhlíð, búin að fara til Stígamóta og hérna og ég næ ekki bara þessari closure en það setjast niður með lögreglunni og lögreglun tekur þetta bara eins og skýrslu og ef að meintu gerandi á lífi þá fær hann bara bréf það að þetta hafi verið tilkynnt til lögreglunar en á sama tíma, þú veist, ef að málið fyrnt, það ekki lifandi lengur, þá hún líka tjáð að rannsókn mun ekki fara fram en bara þetta að máli rati kannski einmitt að borð lögreglunar, það sé viðkennt, það sé tekið við því. Við höfum séð að þolendur hafa bara svona, þetta hefur verið svona loka hnykkurinn í þeirra vegferð í að geta unnið sér frá áföllum sínum. Ég tek bara heilshugur undir þetta. Mér finnst þetta bara ofboðslega mikilvægt verkfæri og mikilvægt skref sem að þolandi geta tekið og bara einmitt eins og segir að fá closure
oft þetta hangir yfir þolendum í fleiri ár eða áratugi jafnvel og það var svo gott að hafa úrræði þar sem getur svona klára þetta svolítið fyrir þig af því að þó að eins og ég talaði að landsamráðsfundinum að þó að maður fá ekki viðurkenningu frá gerandanum að þá getur maður mögulega fengið viðurkenningu í gegnum réttarvörslukerfið og það bara ótrúlega mikilvægt og bara að fólk segir bara ok, ég trúi þér og þetta kom fyrir, við ætlum að taka hérna skýrslu skilurðu. Mér finnst það bara ótrúlega sterkt og myndi bara vilja sjá meira af því fyrir þeim sem að það hendar. Algjörlega og það líka bara einmitt mikilvæg punktur að það eru alls ekki allir sem að einhverjum ástæðum vilja kæra. Það getur verið að þú bara hafir ekki trú á kerfi, það getur verið að þú bara treystir ekki til þess og það getur verið að þú veist milljón ástæður og allar gildar. En það líka mikilvægt að segja því að það hægt líka að koma og bóka málin. Og ég veit að lögreglan núna að vinna eftir því að þú veist að telja til dæmis hversu mörg mál eru bókuð og hvern geranda, hversu margir þú veist mörg brot þolandi að verða fyrir til dæmis að ég kemur tilkynni þú veist ítrekka brot, það verður allt saman skráð að þú veist að hversu mörg brot ég að tilkynna en líka varandi gerendur og það hægt að gera öryggisráðstafanir, það ef að það eftirlit með þolandanum eða hótanir eða ógnanir eða hvað sem þá hægt að gera öryggismat og það hægt að krækja upp númer, það þýðir að ef að bara allir í rýmunu hringi í 112 þá sá sem með krækjuna númerina það samtal fyrir fyrst í gegn. Stoppar ekki neðaverði, fer á fjarskiptamiðstöð lögreglunar og þar kemur fram bókunin þannig að útkallið þá í samræmi við þessa bókun, þannig að þau vita hvert viðbragðið og þetta auðvitað mikill öryggisþáttur vegna að ef ykkur hringir á lögreglu þá ansi vist að gerendur inn að ná honum símanum, þú veist og annarkvort að slökkva á samtalinu eða skemma síman, þannig það þá allavega búið að ná að láta vita og þetta skiptir miklu máli og það skiptir lögregluna máli að vita af brotum, hvort sem að þau eru einstaklingun allir einhvern tímann að kæra þau ekki. Og oft það líka þannig að þú veist að þú ert ekki tilbúin að kæra á þeim tíma, bara í kringum þann tíma sem broti hefur verið framið. Það þetta bara margt annað sem að þarf að huga að. Það bara andlega og líkamlega heilsa, það að bara þú veist að reyna að tryggja öryggi sitt eftir besta megni og þú veist og bara einhvern veginn að ná aftur undir sig fótunum eftir þetta mikla áfall sem oft verður. En ef að búið að bóka þá alltaf hægt að opna þessa bókun aftur. Kannski bara árum síðar að ef að einstaklingun hefur svo þú veist seinna í lífinu bara eitthvað svona einmitt bara hugsa bara í daginn herði ég ætla bara að kæra þetta að þá alveg gott að hafa verið búin að bóka það og fyrir utan það að það þá allavega að búa tilkynning til lögreglu brotin og hver, ef að fólk veit það, hver meintur gerandi Að því að við erum að sjá svona, ítrekkað í fjölmiðlum sagt frá mjög alvarlegum svona ofbeldisbrotum, kynferðisofbeldi, hvað erum við að gera vitlaust? Bara svona sem samfélaga því að við erum búin að vera, ég meina það hefur svo margt áunnist og það, þú veist, eins og þið hafi verið að benda á það úrræðin eru til staðar, jú, þau eru sannlega fjársvelt að mörguleiti, lögreglan hefur tekið miklum svona skakkaskiptum bara í meðferð sinni á gagnvart þolendum og ég þekki það sjálf að hafa farið í gegnum það ferli fyrir einhverjum áratugum og svo stutt mannesku í gegnum sama ferli bara fyrir ekkert svo lengur síðan. Það himinn og haf þarna á milli og það er vel. En það eru samt þessir menn þann úti sem að standa í þessu að beita svona grófu ofbeldi og maður skilur ekki alveg þú veist, hvar mistu þeir af lestinni af því að við ætlum ekki að vera svona samfélag. Nei og auðvitað vonum maður farsælt barna að það breyti töluverði vegna þess að það eru auðvitað mikið af börnum sem að þú veist að alast upp við alls konar aðstæður en það líka bara alls konar áhrif sem eru í samfélaginu og það alls konar hugmyndir. Að hugmyndir til dæmis bara hjá einstaklingu sem eru ekki orðnir 18 ára bara hvernig sambandi að vera og annað og við sjáum að það oft mjög skakt
að það eru unga stúlkur sem eru ala upp inn að gæsaleppa kærastana sína og þú veist og jafnvel tala að þú veist að það sé að ala upp hvolpa eða eitthvað slíkt vegna þess að það er verið að reyna að móta einstaklinga að einhverju fyrirfram gefnum hugmyndum og svo náttúrulega líka þessi hugmyndum eins og varðandi kynferðisofbeldi og við sjáum að það er rosalega algengt í ofbeldi í nánum sambandum að það er þessi krafa kynlíf að þú veist ef þú ert í sambandi þá hljóta að vera kynlíf og og þú sért einhvern veginn orðina einhverjum skemmtigarði að og þú veist og þetta verður orðið svo yfirgengilegt í rauninni þessar kröfur sem er verið að gera á aðila þú veist bæði í samböndum en svo líka bara þessi og ég ætla bara að segja þetta bakslag sem er núna í jafnréttisbaráttunni og hatursorðræða gagnvart konum sem við verðum mjög greinilega varar við að auðvitað eru nauðganir og og þessi alvarlegu brot ekkert annað en hatursorðræða og kvenfyrirlitning, ég ætla bara að leyfa mér að segja það. Þú saman þessu? Já, ég tek alveg undir það sem úr að segja og ég held að, við þurfum bara einhvern veginn líka bara, þetta er viðhorfsbreyting sem þurfa að eiga sér stað, bæði hjá yngri hópum og hjá þeim eldri og mér er líka bara mikilvægt að ef að manneskja, til dæmis eins og hefur gerst, að þekkt manneskja hefur ákveðið að taka ábyrgð opinberlega, að við styðjum það. Þú veist, við getum ekki verið að rífa það niður og segja, þú veist, þetta er út af einhvern þrýstingi eða eitthvað slíkt. Við verðum að virða það þegar fólk er að taka ábyrgð og leyfa mig að gera það og styðja við það. Vegna þess að það finnst mér bara miklu mannlegra heldur en annað, sko. Ég veit hvað þú ert að vísa í. Það er ég er einmitt umræðu svolítið svona síðustu vikna að maður hugðist kaupa vændi, hætti við og sá að sér og tók ábyrgð og félagar hans þeir svona voru ekki alveg sáttur við það. Og þarna komum við enn að þessu að hvernig við skilgreinum ofbeldi líka að það er áhugavert að það var eina að segja mig frá því að sem að vann með börnum eða ungmennum og var að svona spyrja þú veist var búin að fara gegnum alla birtingum undir ofbeldi svo spyrja þú veist hvort að margir hefðu upplifað ofbeldi og margir réttu upp hönd svo spurði hann hafa margir inni beitt ofbeldi og það réttu færi upp hönd og svo var spurt svona en hvað með fjölskylduna, systkin og svoleiðis og þá réttu bara nánast allir upp hönd sko þú veist að systkinin hefðu þú veist verið að þeim þetta slast og beita ofbeldi eitthvað svoleiðis en þau skilgreindu það ekki sem ofbeldi vegna þess að það er þetta viðhorfum þú veist að þegar þetta er eitthvað nákomin þér að hvað viðhorfu breytist að og þetta sjáum við líka auðvitað bara með fullari fólk og annað og auðvitað getur þetta verið kynslóðamunur hvað við teljum verið ofbeldi og hvað ekki en leið þetta fyrir að vera svona eitthvað sem að snýr að þér það bæði verður aðeins óvissari og þú fer að taka jafnvel ábyrgð sem átt ekki að vera að taka en þú fer líka afsaka og réttlæta þetta og þú veist bæði þolendur og gerendur þannig að þetta er flókið og ég held að við þurfum kannski bara að ég stundu sagt ef við verum öll í heiminum bara 10% betri samskiptum þú veist hvar væri við þá að því að þú veist að við þurfum líka að læra bara einmitt á okkur sjálf og ég held að það vanti líka oft á tíðum að við erum ofta að yfirfæra kannski þú veist alls konar já, kannski hvað að segja, ekki endilega áföll heldur bara farangur sem að við erum með og við yfirfærum það yfir aðra vegna kannski eigins óöryggi eða einhverja þú veist, maður með einhverja væntingar eða einhverja skilur hugmyndir að hlutirnir eigi að vera svona hinsegin en ég held að við þurfum bara einhvern svolítið skýrari sýn á hvað eru heilbrigð samskipti og hvað ekki og þú veist og það sé einhver gleði og ávinningur í að komast þangað Akkurat. Já, það var í Íslandi í dag, í gær, þá voru ungmenni sem hafði komið saman á ungmennaþingi í Hafnarfirði og þau voru að ræða svona heilbrigð samskipti í samböndum og hvað væri svona óheilbrigt og ég verður viðurkenna það að ég fekk ofboðslega miklu von í hjartað á að fylgjast með þeim. Þau virtust öll mjög meðvituð munin og réttu og röngu. Ég meina það er ekkert í lagi að vera með nektarmynd af einhverjum og hóta dreifinni eða dreifinni og það er svona þannig að það er, þú veist, vitundin er til staðar einhvern veginn en við þurfum eins og segir einhvern veginn bara svona aðeins að ná utanum þessa, bara alla hópa.
Og svo er líka bara hvað við erum að leggja inn hjá börnunum okkar, að nú eru öll börn komið með annarkvæmt snjallúr eða snjallsíma mjög snemma og við erum með locationu ofan á því og börnun alast upp við það sé verið að fylgjast með þeim út af mamma og pappa elska þau svo svakalega mikið og svo verða þessi börn aðeins stærri og þau farið sambönd og þeim finnst sjálfsagt að vera með locationu ofan vegna þess að ef ég elska þau svona mikið þá hlýt ég að vilja vita hvað þú ert alltaf að þannig að, þú veist, að við erum ofta að gefa kannski röng skilaboð í bestu trú að þú veist, við erum að meina það frá góðum stað en afleiðingarnar geta svo verið ekki góðar vegna þess að það er auðvitað ekkert eðlilegt að við séum alltaf með vitneskju það hvar allir eru öllum stundum. Það er svo magnaði mitt að heyra svona ungt fólk tala því að þetta er auðvitað eitthvað svona reynsluheimur sem ég tengi ekkert við að vera með kveikt á location og eitthvað svona, þetta er eitthvað sem var ekki til en er sannarlega partur af vandamálinu og einhvern veginn tekst ofbeldismönnum alltaf að svona finna sér nýjar leiðir til þess að beita ofbeldi og það er það sem er auðvitað óhugulegast í þessu öllu og ég held að það sé kannski lítið annað að gera heldur en bara halda áfram að tala þessi mál og ég þakka ykkur kærlega fyrir að koma Jenny og Guðni að ræða þetta við mig hér við rauðaborðið. Takk fyrir að bjóða. Og tókið við það meira hér handa við auglýsingar. Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar, þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina. Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is